Já, það í gangi undirskriftasöfnun þar sem verið að hvetja Höllu Tómasdóttur forseta til þess að skrifa ekki fjárlög vegna þess að inn í þeim ákvæði vopnakaup. Íslendingar kaupi vopn og sendi til Úkraínu. Það forsetaframbjóðendur fyrirverandi sem að standa að þessu, Ástór Magnússon sem ekki hér en Hildur Þórðardóttir með honum í þessu átaki. Velkomin. Takk fyrir. Af hverju standið þið fyrir þessu? Við stóðum bæði fyrir friði í okkar frambóði og Ástór byrjaði þessari söfnun og bauð mér að vera með og ég sagði náttúrulega sjálfsögðu já af því að það sama hvaðan gott kemur. Við þurfum öll að standa saman með friði gegn þessu vopnakaupum og þetta ekki bara vopnakaup heldur hernaðarafskipti og með þessum hernaðarafskiptum og vopnakaupum erum við að koma okkur í stór hættu. Nú erum við orðin skotmark Rússlands forseta. Þannig að það má segja þetta séu landráð, þetta landráð og ég var einmitt að skila inn umsögn. Landráði þeirri merkingu þarna sé aðgerðir sem að raunverulega grafa undan öryggi samfélagsins. Algjörlega og það verið að setja okkur kvaðir, íþyngjandi kvaðir fram í tíman líka sem að stríða gegn hagsmunum íslensku þjóðarinnar þannig að bæði ef við skoðum landráðakafla almennu hegningalagana það skýrt kveðið á að þetta séu landráð. Það bannað að gera samninga við annar ríki sem að efna til ófriða. Það bannað að gera okkur á skotmörkum og varnarmálasamningurinn líka, hann segir það má bara vinna í þágu varnarmála og friðarmála, það má aldrei setja okkur í stríð eða gera okkur en annað eins og þú gæst að við erum í NATO og NATO hefur verið með loftárásir á Líbíu og NATO var þáttakandi í Júgóslavíu stríðinu Já, við þurftum ekki að senda nein vopn þá. Nei, en við studdum þetta. Já, en það annað, við erum tilneytt til að styðja þetta sem þáttakendur í NATO og Nei, við mögum greiða atkvæði bara gegn því að við viljum sko. Já, mér finnst að ráðamenni að gera það. Mér finnst að ráðamenni að sjálfsögðu gera það, auðvitað alltaf að standa með friði, það ekki spurning. En með því að vera með bein vopnakaup og við erum ekki að tala um einhverja smá upphæðir. Þetta eru 7 milljarðar sem eiga að fara í hernaðarmál á næsta ári í fjárlögunum og við erum búin að setja 10 milljarða í þetta. Brölt, óþarfa brölt. Bjarni Benediktsson forsætisráðherra gerði samning við Úkraínu og þannig metin á 25,5 milljarða sem að verður hernaðaraðstoð til Úkraínu á næstu árum. Ég veit það, algjörlega því miður og þetta er ólöglegt. Þetta stríðir gegn öllum lögum okkar landsins. En allur stuðningu við Úkraínu hefur verið samþykktur bara einróma á Alþingi? Já, alþingismenn eru bara heilaþegnir. Þeir halda þetta sé eitthvað réttlætt stríð að vera að segja sér vera berjast fyrir lýðræði, þetta er ekki lýðræðislegt stríð fyrir 5 ára. Í fyrsta lagi valdaðir yfir lýðræði hérna á Íslandi. Okkur við ekki spurð hvort við viljum kaupa vopnið ekki. Það er ekki lýðræði að fulltrúar valdsins fá bara að gera hvað sem þeim dettur í hug. Þau eru kosin til þess. Já, en það er samt ekki lýðræði. Þeir að fara gegn stefnu landsins, það er ekkert lýðræði. Og fara ekki með vilja fólksins. Þau með að breyta stefnu landsins. Þau eru kosin til þess. Já, en bara með vilja fólksins. Við gerðum skoðanakönnun hvort fólk væri fylgjandi eða andvígt því að kaupa vopn á Úkraínu og 60% svöruðu því að þeir væru andvígir, annarkvort mjög andvígir eða frekar andvígir þess því að kaupa vopn og senda til Úkraínu. Þannig að það sýnir að vilji þjóðarinnar ennþá andvígur vopnakaupum. Já, við séum þetta í ýmsum málum að almenningur eru á móti kvótakerfinu, stjórnvöld styðja það, almenningur vill efla almennt heilbrigðiskerfi og opinbert heilbrigðiskerfi, stjórnvöld einkavæða og styrkja það ekki. Algjörlega, það er bara gjá. Þetta við getum farið bara yfir eiginlega næstu í öll helstu mál samfélagsins þar sem að stjórnvöld fara gegn almanna vilja. Alveg sammálaðir. Og ég meina það er bara komið mikil gjá þarna á milli og við þurfum að gera eitthvað í því til þess að koma þessi fólki frá völdum. Þau greinilega ekki hlusta þjóðina. En viltu ekki styðja Úkraínu í baráttu sínu við innrásarher Rússa? Við styðjum Úkraínu best með því að senda ekki vopn og stuðla ekki að þessu stríði vegna þess að fólkið í Úkraínu vill frið. Og Putin og Zelenski eru búin að semja frið fyrir langa lengur. Það gerði strax sumarið 2022. En vesturöflin eða öflin hérna á Vesturlöndum sem vilja halda þessu stríði áfram, þau fóru til Zelenski og segi, heyrðu, friður kemur ekki til greina. Við ætlum að ná austurhéruðunum. Það er þarna íslenska stjórnvalda að bara fullnaða sigur yfir Rússlandi á vígvellinum er eina lausnin. Já. Þetta er bara heila þau í lið. Þetta veit ekki hvað þeir að tala um. Og
og þau voru að segja, ég var að segja á þann að Austurhéruðunum eru svo rík af auðlindum að stórfyrirtæki í Bandaríkjunum og Bretlandi ætla sér að ná þessum auðlindum og þess vegna að gera bara drepa alla þarna á svæðinu, halda stríðinu áfram þangað til allir eru dánir og þá kom þessi stórfyrirtæki bara inn og kaupa landi á spotprís og hirða auðlindirnar. Svona ætlaði þeir að gera þetta og þess vegna vilja þeir halda stríðinu áfram og þetta er ekki fyrir fólkið í Úkraínu sem þetta stríð er. Ef fólki mætti ráða það myndu við bara skera hérna þessi Austurhéruð af og leyfa Rússlandi að fá þau. En ef við farum til Úkraínu og við myndum spyrja viljið þið halda áfram að verja Úkraínu, heldur að fólk myndi segja nei? Auðvitað myndi fólk svara þessari spurningu játandi vegna þess að ef þú vilt ekki verja landið, en ég meina, hvað ert að verja? Þau eru að gera það. Hvað ert að verja? Er réttlætanlegt að drepa til að verja? Það má stundum heyra á ráðamönnum í Úkraínu og ráðamönnum í vesturveldunum að fólk sé tilbúið að berjast bara til síðasta Úkraínumanns. Svo líka eitt. Úkraína er ekki NATO og ekki Rússland heldur. Já, Úkraína er ekki í NATO og ekki Rússland heldur. Þetta kemur okkur ekki við, þetta stríð. Þó svo að einhverjir innan NATO vilja endilega vera í þessu, þá getur við sagt nei. Og ráðamenn, ég þarf að veðja að þeir fá borga fyrir að draga okkur inn í þessi stríð. Þú trúir ekki þegar Þórdís Kolbrún utanríkisráðherra segir að stærstu öryggishagsmunir Íslands séu eiginlega liggja víglínuna í Úkraínu? Nei, ég er algjörlega ósammála henni. Og hún er bara heilaþvegin. Henni var boðið til Úkraínu þarna, henni voru sýnd myndbönd á það sem hefur verið að limlesta einhver unga börn og auðvitað fekk hún alveg fyrir hjartað út af því og kemur svo heim og heldur og henni var sagt, já, svona gera Rússa við börnin okkar. En þetta eru sömu myndbönd og Ísraelar sína þeim sem koma heimsækja þá og segja, Palestínumenn eru að gera svona við börnin okkar. Þetta eru sömu myndbönd og var sagt að ISIS og Daesh, eða ISIS sem er núna Daesh, voru að gera við krakkana. Þetta eru bara myndbönd sem ganga þarna á milli og eru notuð í þessum tilgangi til að heila það fólk og til að fá fólk til að styðja stríð. Hver er það þá sem að stendur fyrir þessu til þess að halda stríðin áfram? Þetta er þessi hagsmunaöfl á Vesturlöndum, Bretlandi og Bandaríkjunum og eflaust eitthvað í Evrópu líka. Þetta er þessi ríka elita sem hefur verið fjallað hérna, djúpríkið, sem ætla sér að eignast allar auðlindir jarðar. Þeir vilja halda stríðin áfram. Þeirra markmið er að eyðileggja allt og eignast allar auðlindir. Fækka mannkyninu, eyðileggja landsvæði þar sem er einhver auðlindir í jörðu, hirða það upp fyrir smápenning og græða því. En undirskriftasöfnunin er ekki þetta, heldur fyrst og fremst það að forseti Íslands neita að skrifa undir fjárlög þar sem eru heimildir til þess að verja 7 milljörðum króna til vopnakaupa sem að fara til Úkraínu. Þetta er svolítið stór biti að hafna fjárlögum. Algjörlega, það er sem gerir þetta svo flókið. Sko, þess vegna þurfum við bara að hafa nóg hátt þannig að þingmenn taki þetta út eða þannig að þetta verið tekið úr fjárlögunum. En er ekki ólíklegt vegna þess að þing er alltaf að samþykkja bara skilyrðislausan stuðning við málstað Úkraínu eins og Úkraínu ríkisstjórn skilgreinir hagsmunir landsins? Já, en ég meina ef þið vilja fremja landráð, þá endilega skrifa undir þetta. En á hverju er þetta landráð? Bæði stríðir þetta gegn stjórnarskráni. Hvernig þá? Að það er sagt að framkvæmdarvaldið megi ekki gera neina samninga sem að, ég er með eitthvað að skrifa, sem að, ég er nefnilega skrifað umsögn þetta frumvarp og sendið inn til Alþingis. Í stjórnarskráni, engum er heimilt að viðhafa ráðstafanir sem ganga gegn lýðveldinu og þrískiptingu valdsins. Í 21. greininni er svo fyrirmælt að ráðamenn megi ekki gera samninga ef þeir hafa í sig fólkið afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi. Það var ekki við þetta, eða? Jú, þetta eru kvaðir á landinu. Fyrsta lagi eru kvaðir að borga milljarða til annars ríkis eða til ekki eins og annars ríkis til einhverja afla sem er að semja. Stjórnvöld gerur oft svona samninga sem að fela í sér skyldu okkar til þess að borga. Við borgum inn í meðal annars NATO og borgum inn í Já, en það er ekki verið að setja okkur í hættu með því. Við borgum til Sameinuðu þjóðanna. Þetta er ekki hættuna. Algjörlega. En ég held að stjórnvöld myndi segja, nei, við erum þvertamóti eins og ég var að vitni í Þórdísi Kolbrúnu. Hún heldur í fram að þvertamóti séu við að auka öryggi Íslands með þessu. Já, við getum bara ekki treyst ráðamönnum þegar þeir eru svona heilaþegnir. Við verðum að hugsa sjálf. Getur þú ekki verið heilaþegin?
Nei, jú, ég gæti að sjálfsögðu. Ég býst við að eitthvað svona í hinum kampinu myndi segja það að þú ert bara heila þegin af einhverjum áróður í Pútín. Algjörlega, ég hef oft heyrt þetta. Pútín sleikja og allt þetta. Já. Ég skal bara með ánægja vera Pútín sleikja ef að það þarf til að vera á móti þessu. Ef það leiði til friðs. Ef það leiði til friðs, algjörlega. En já, þú segir að þetta sé landráð vegna þess að þetta sé samningar sem eru gerðir standist ekki stjórnarskrá. Já, og ekki varnarmálalögin og ekki heldur eru beinlínis í landráðakafla almennu hegningalagana. Og stendst ekki kannski í samningin við Atlantshafsbandalagið eða NATO, það sem ekki gert ráð fyrir að við séum að styðja lönd utan NATO. Já, og af hverju gátu við verið 70 ári í NATO að þess að reiða fram krónu til vopnakaupa? Akkur allt í henni núna? Því það er aukinn þrýstingur á því að Evrópuríkin fjármagni síðan eigin varnir. Það er stefna Bandaríkjanna sem eru ráðandi aðili í NATO. Já, af hverju? Við hefum bara að hætta í NATO. Það er mín skoðun. Gangur NATO, já. Og við hefum bara ekki taka við hefum vera algjörlega hlutlaus og ekki taka þátt í neinum hernaðar afskiptum. Þið eru að safna undirskriftum Austurvöllur.is og það er áskorun til Höllu sem var með svona friðarbóðskap í sínu framboði. Nákvæmlega, hún sagði það að vopn eru aldrei laust. Við höfum alltaf að leita fríðar frekar heldur en að taka þátt í stríði. Þannig hún er saman okkur. Hún sagðist vera ansnúin vopnakaupum til að senda til Úkraínu. Algjörlega, já, algjörlega. Og ég tel að með þessum undirskriftarlista þá eru við að styðja hann í þessari baráttu. Það er voðalega erfitt fyrir hann að gera þetta ein að þetta eru fjárlag. Að segja bara já, nei, ég er á móti því að styðja vopnakaup. En með því að safna undirskriftunum og styðja Höllu, þá eru við að styrkja hennar stöð. Þess vegna hvet ég alla til að skrifa undir. Já. Herðu, þú ert fyrirverandi forsetaframbjóðandi og ástóriða líka. Já. Er þetta svona hópur í samfélaginu fyrirverandi forsetaframbjóðandi sem geta saminast? Ég hvet alla til að bjóða sig fram. Ég vona næstur í 20 mann sem bjóða sig fram vegna þess að þetta opnar augamann svo fyrir því hvernig fjölmiðla starfa og hvernig samfélagi starfar. Þetta opnaði mín augu algjörlega fyrir því. Þannig að nú er ég búin að skrifa bók heilaþvottinn og múgsefjunina og hjálpaði forsetaframbjóði til þess að opna auguðín fyrir hvernig samfélagi raunverulega virkar. Já, algjörlega. Og líka að nú er ég alveg óhrædd við að standa á móti hjörðinni. Ég sá bara hvernig þessi hjarðhegðun virkar, hvernig hjörðin virkar og þegar mann er hent út í hjörðinni einsni, þá er maður ekki hræddur við að verða hent út í hjörðinni. Og upplifur það að þegar þú bauðst fram til forseta þá var þér hent út í hjörðinni? Algjörlega. Ég var bara óvinni fólksins. Ég var óvinni fólksins. Má ég útskýra? Höfðu ekki alveg tíma? Ég skrifaði blogg áður en ég bauð mig fram alveg nokkrum árum áður. Þar sem ég var að mótmæla því að vísindi væri að hvetja til þess að ætti að fjarlægja heilbrigð brjóst á konum út af brakkageninu. Já. Ég sagði að vísindi væri rangri leið að það eru konur sem að kjósa að láta fjarlægja. Já, heilbrigð brjóst. Það er kjósa það, er ekki þannig að koma ykkur og taka brjóstið. Nei, en vísindi voru að mæla með því. Og síðan, og svo í staðinn þá setja þeir sílikonbrjóst sem er stórhættuleg. Og ég var að segja að þó svo fjarlægja brjóstið þá kemur krabbameini bara á öðrum stað á þessu stað, bara í lungunum með eitthvað. Og eins og er oft í tilfelli brjóstakrabbameina og þó svo er fjarlægja brjóstið, þá kemur það bara í lungunum ef þau taka sig upp aftur. Og núna er í miklu minna mæli verið að fjarlægja brjóst og helst ekki. Þetta er svo mikið inngrip. Fyrir þetta var ég bara úrskurðuð óvinni fólksins númer 1. Og það var sagt í RÚV í viðtalinu við mig, persónulega viðtalinu við mig, langa viðtalinu að það var lesið. Þegar þú varst í frambúði? Já, í frambúðinu. Það var lesið upp bréf frá konu sem hún hafði sett á Facebook bara. Ef ein kona deyr úr brjóstakrabbameini þá hefur þetta frambúðir meira til skaða en góðs. Þannig að núna ber ég ábyrgð á einhverjum 300 eitthvað konur sem hafa dáið úr brjóstakrabbameini. Þannig að þetta kýs engin konu sem vill að konu fá brjóstakrabbamein. Skilur þú? Þetta var ástæðan fyrir því að ég... Þú telur að þessi viðbrögð við þínum skoðunum séu svona full harkalega, það sé að vera að reyna... Já, mína, samfélagi var bara sömu skoðunum eða eitthvað. Samfélagi var bara þarna á sínu tíma, en já, það er ákveðin heilaþvottur í gangi og
allir þurfa að vera í hjörðinni og ef þeir eru með eitthvað örlítið öðruvísi skoðanir þá bara ráðist á það og þeim bara hent út í hjörðinni eins og allir sem er verið að afskera á núna og kansilera slaufa og það er einmitt þessi fólk sem, eða karlar fyrst og fremst sem eru sakaður kynferðislega til dæmis, það er bara svo margt menn finna bara eitthvað, bara til að kansilera öðrum af því að á meðan þeir eru að kansilera öðrum þá beinist ekki athyglinni af þeim sjálfum og þar með þeir öryggi. Þetta er svolítið hrætt hjörð sem þetta lýsa. Svolítið hrætt, já. Mjög. Íslenska hjörðin er mjög hrætt. Sér bara hvernig þjóðfélagið er. Það er allir svo hrættir að þeir eru bara ítrekkað að benda á einhvern annan og passa sig að vera í miðjunni. Þess vegna eru við öll svona vók. Af því þú veist að maður enginn, við verum öll að segja við öll og hán eða allt þetta. Bara að bera virðingu fyrir öðru fólki eða ekki? Vók? Já, ég vil meina að það hafi gengið of langt að við erum svo hrætt við að misstíga okkur að það er alveg að bera virðingu fyrir öðru fólki á þess að vera hrættur og vera hálshöggvin ef maður misstígur sig. Okkur er verið að hálshöggva fólk fyrir að bera ekki virðingu fyrir, ég meina okkur hérna. Það er ekki bókstæðilega að vera hálshöggva. Nei, en ég meina aflífa, við getum líka sagt það. Rekjan út úr hjörðinni, já. Og útlega dómur. Við gerum öll mistök og okkur megum ekki gera mistök. Við erum að tilengja okkur smá umburðarlyndi en við erum bara alveg eins dómhörð og það gerist vegna þess að við erum svo hrætt. En núna stígur þú fram til þess að mæla fyrir þessari undirskriftasöfnun og þá ertu að líklega kalla yfir þig einhverja svona útvistun. Það er ekki hægt að henda mér út úr hjörðina því að það er löngu búið að því. Það er það sem er fegurðin við það að bjóða sig fram. Fegurðin við það að bjóða sig fram að það er ekki hægt að gera það aftur. Það var skorað á Guðna T.H. Jóhannesson í einhverjum málum og hann sagði einhvern veginn að það hefði aldrei orðið raunverulega nógu margar undirskriftir til þess að hann íhugaði það. Já. Og það er erfitt að átta sig á því hvar mörkin í hans huga liggja en ég fekk það svona tilfinningar að væri svona 30.000 pluss sem að þyrfti að koma til þess að forseti eða í hans tilfelli hann sjálfur myndi íhuga það að verða við kröfu almennings. Já, ég heyrði þessa tölu líka. Og hvað hefur þú trú á því að þú fáir 30 manns til þess að skrifa undir þetta? Nei, ég hef ekki trú á því. Það er komið 600 manns. Þykir sér þá að lagt að stað? Vegna þess að bara til að vekja athygli á þessu. Og ég meina kannski náum við 30.000. Ef þetta fyrir nógu hátt, þá kannski náum við. Með 60% þjóðurnar, þá ættum við aldeilis að geta náð 30.000. Eða fólk telur þetta að vera það mikilvægt að... Já, en fólk er bara ekkert viljað að skrifa undir. Það er ekki að skrifa undir og nafnið sést ekki eins og er alltaf í hjá Ísland.is að þá getur þú skrifað undir og þú getur valið að hvort að nafnið birtist eða ekki, þannig að þetta er svona hálfuleiti eins og leynilega atkvæðagreiðsla. Algjörlega, og ég stóð í 10 mínútur fyrir utan eina verslun og bara til að prófa að sjá hvernig viðbrögðin væru og helminguna fólki var alveg bara ég sagði, ertu fylgjandi því að Íslenska ríki kaupi vopn? Eða ertu fylgjandi vopnakaupum Íslenska ríkisins? Og fólk alveg bara já. Það nefndi ekki einu svona pæli í því. Þetta er ekki mín tilfinning að fólk sé almennt fylgjandi vopnakaupum. Nei, þú sást í að við vorum að vitna í það sem að Halla Tómasdóttir og margir frambjóðir sögðu í aðdraganda kosninganna. Þetta var fólk sem var að ferðast út allt land og tala við marga og ég reiknaði að þau væru bara endurspegla vilja almennings. Að það voru eiginlega allir sem voru að andmæla þessum vopnakaupum nema Katrín Jakobsdóttir og Jón Gnarr, hefur maður rétt? Já. Ég er alveg sammálaður að þetta er náttúrulega íslenska þjóðin en ég er að segja að við erum svolítið á móti vopnakaupum en ég er að segja fólk nennir ekki að skrifa undir. Fólk nennir ekki að taka afstöðu. Fólk nennir ekki að hugsa út í pólitík. Kannski vill fólk bara ekki tengjast undirskriftasöfnuð þinni og Ástþórs Magnússonar. Það getur alveg verið. En þess vegna segja er ekki sama hvaðan gott kemur. Það er það deilt. Já. En þess vegna erum við líka að herja á... Þú varst að tala um hjörðina og hvort að maður tilherir þið ekki. Þá skiptir það náttúrulega miklu máli að fólki líði vel í strætónum. Algjörlega og það er líka máli með þetta. Því við erum bæði svona utangarðsfólk að þá einmitt vill hjörðin ekki vera með okkur eins og það segir. Það eftir að koma í ljós
hvort að hvernig undirtektin að verða gangi ykkur vel með þetta, Hildur Þórðardóttir. Takk fyrir það. Og við gætum fólk til þess að kíkja á þetta, það austurvöllur.is, þar má lesa fróðlegumynda og það hnappur þar sem að þið farið inn á Ísland.is, þar sem eru frekari upplýsingar fyrir ykkur sem að viljið skrifa undir áskorun til Höllu Tómasdóttur að skrifa ekki undir fjárlög vegna þess að í fjárlögunum er heimild til þess að kaupa vopn og senda á vígvöllin í Úkraínu, líklega til að drepa rússneska menn. Já, og þar með Rauða borðið búið í kvöld. Ég þakka öllum gestur sem hafa hingað komið og Birnu Þorláks fyrir að hafa tekið viðtöl hér með mér og Pétri Fjellsteð og Laufi Ólafs fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég allra mest sem hafið hlustað og hort og breytt þessu samtöl okkar í fjölmiðlun. Þið getið tekið þátt í því að byggja upp samstöðuna með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar er. Þá kíkir fólkið á efni frá okkur og þar með stækkar dreifikerfið, þannig virkar þetta í dag. Þið getið bent á að það má finna efni okkar á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu, 89,1 á FM á Stórhöfðborgarsvæðinu og þær útvarpssendingar má líka sækja á spilarinn.is á netinu og spilarinn líka app sem má hlaða í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenska útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Það sem er net. Við erum komin í sjónvarpið þeirra sem er svo heppin að skipta við síman. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef ég veit ekki, ég er farin að efast það. Munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins hring. Samfélagsumræða við þetta Rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Samstöðin hefur verið byggð upp af stuðningi ykkar áhorfendur og áheyrendur góðir. Mörg ykkar hafa gerst áskrifundur og tryggt þar með uppbyggingu í samstöðunar. Ef að þú vilt slást í hópinn og hefur trú á því að Íslands samfélag sé betra með því að hafa samstöðuna sem öflugan umræðuvettvang og fjölmiðil, þá hvetið þið til þess að gerast áskrifandi. Þú gerir það með því að fara inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það kostar 2.500 krónur grunnáskrift, þú mátt borga meira ef þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er tilraunaverkefni til þess að kanna hvort okkur takist með framlögum ykkar að byggja hér upp öflugan fjölmiðil og umræðuvettvang. Þetta eru gott í bili. Rauða borðið verður næst á morgun klukkan 8. Sjáumst þá með nýtt efni en ég segi bara góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.